Þá er komið að síðasta liða dagskrá, skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Áfram er nú unnið að þeim umtalsverðu skipulags- og stjórnsýslubreytingum sem standa fyrir dyrum hjá Akureyrarbæ. Undirbúningnum miðar vel, en að sjálfsögðu þarf að halda tryggilega alla þræði og það í mörg horn að líta. Síðustu fundina hef ég átt ófá vinnufundi vegna þessa og einnig vegna fjárhagsáætlunar Akureyrarbæjar sem tengist óhjákvæmilega þessum breytingum með ýmsum hætti. Miðvikudaginn 8. september fór ég til Grímseyjar ásamt Höllu Björk Reynisdóttur forseta bæjarstjórnar til að vera við jarðarför Bjarna Magnússonar fyrrverandi hreppstjóra og oddvita í Grímsey. Blessuð sé minning hans. Fimmtudaginn 9. september var mikill hátíðisdagur þegar formleg vígsla á nýju aðstöðuhúsi Siglingaklúbbsins Nökkva fór fram í blíðskaparveðri. Það var einnig skrifað undir nýjan rekstrarsamning sem kveður á að Siglingaklúbburinn sjá rekstur og umsjón nýja hússins og svæðisins. Sama dag var gengið frá ráðningu Sumarliða Helgasonar í starf sviðsstjóra á nýju þjónustu- og skipulagssviði og kemur hann til starfa í byrjun næsta mánaðar. Föstudaginn 10. september sat ég fund með almannavarnanefnd en daginn áður hafði verið lýst yfir óvissustigi vegna landriss í Öskju. Þar hefur landrisið 67 cm frá því í byrjun ágúst og er talið líklegast að kvika sé að safnast fyrir undir eldstöðinni. Því er vissara að hafa varan á. Föstudaginn 10. september átti ég einnig fund með stjórn flokkunar Eyjafjarðar EHF þar sem tekið var fyrir erindi frá SSNE að gera úttekt á möguleikunum í kringum líforkuver. Á döfinu eru áframhaldandi fundir út af þessu og umræður þetta mál. Annað var nú ekki fleira. Þá hefur bæjarstjórinn lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 8. og 16. september, bæjarráð 9. og 16. september, frístundaráð 15. september, fræðsluráð 7. september, skipulagsráð 15. september, stjórn Akureyrarstofu 16. september, umhverfis- og mannvirkjaráð 10. september, velferðarráð 8. september og að hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 16:20. Takk.